Góðan og blessaðan daginn, strákar. Hvernig eru þið búin að hafa það, strákar? Á þessum blessa og geðveika degi. Ég ætla að tala í þessu þætti annar flokks hegðun sem við erum að fá frá öðrum og okkur sjálfum. En ég ætla líka að byrja að tala sjálfa mig í þáttunum, eða svona hvað ég að gera og hvað svona eitthvað nýtt að frétta og eitthvað svoleiðis. Af því að mér var bent á það kannski aðeins að leyfa ykkur aðeins að kynnast mér. Mér persónulega finnst leiðilegt að tala sjálfa mig og segja hvað ég að gera og eitthvað svoleiðis. Mér leiðist það. Af því mér finnst miklu skemmtilega að heyra hvað aðrir eru að gera og hvað þeir gera í lífinu og finnst áhugavert og skemmtilegt og skoðanir og pælingar. Það er líka því að ég er búin að læra það þegar þú ert að kynnast fólki að ef þú sýnir þeim innilegan áhuga þá tengist fólki meira þér. Það vilja allir að tala sjálf og segja einhvern lent í að spyr, hei, hefur þú séð þessa bíómyndina, geggjöðu bíómynd eitthvað, Inception, Mission Impossible. Og þú segir, já, ég er búin að sjá hana, minnst þú geggjuð. Og þá fara þau eða fólkið að tala hvað þeim finnst myndina. Þannig ég er bara búin að læra það langbest bara fyrir sjálfa mig ekkert að tjá mig nema fólk hefur virkilega áhuga að læra hver ég er eða kynnast mér. En ég var að koma fríi, var í Króatíu, eitt af besta löndum sem ég hef farið til og ég mæli eindrið með því. Það er bara maturinn, menningin, landið, það var hreint og með Tene og Spán þá er það bara skítugt með Króatíu. Sérstaklega vil ég fara eitthvað svona ástaræfintýri á mæli með Króatíu. Það er rosalega mikið það þar. Það er bara fallegt land. Í þessari viku þá ætla ég að tala annar flokks hegðun. Eitt sem skeiði hjá mér í þessari viku er að félagið minn spurði hvort ég vildi taka þátt í maraþoni. Mitt álita maraþon, mér finnst það bara ekki make sense. Mér finnst ekki make sense að þurfa að skrá sig maraþon til þess að ég afsökun til þess að hlaupa eitthvað ákveðna kílómetra. Og ég hef engan áhuga og hef ekki gaman að hlaupa eitthvað maraþon, mér langaði ekkert. Þannig hann sagði við mig, hvað ætlar þú ekki bera bátinn? Og að bera bátinn þýðir basically, ætlar þú að vera aumingi eða ætlar ekki bera bátinn? Eða bara ætlar láta mig bara bera bátinn? Það þýðir ætlar láta mig bara vera betri en þú. Og þetta er svona leið sem við höfum til þess að vera ekki að tala okkur annan niður eða vera eitthvað algjör og fá þetta og svona á neikvæðan hátt. Þetta er mjög skemmtilegur máti hvernig við tölum svona að segja okkur annan þessu aumingi. Bara gauður, hvað ætlar ekki að koma að bera bátinn og ég er bara að bera bátinn. Þannig að hann sagði við mig að ég bara ætti að fara að bera bátinn því ég get ekki tekið þátt í einhver maraþoni. Það var bara afsökun að ekki nenna að hlaupa eitthvað maraþon. Þannig að ég gerði mig til og fór bara og hljóp 10 kilometra. Ekkert maraþon, enginn að hvetja mig áfram, ekki neitt og ég gerði það bara. Og svo bara postaði vídeo og sýndi þeim og eitthvað svoleiðis. Allir rosa ánægðir. Svo annar félagi minn sem kom og skaut á það, sagði að það var ekki satt, það var ekki sönnunana, af því ég var ekki með svona app sem sagði nákvæmlega hvað ég hljóp mikið. Þannig að 20 seinna þá fór ég bara að hljóp 20 kilometra. Og ég notabene hef aldrei hlupið svona mikið í lífinu. Þannig að ég var að drepast og er að drepast í löppunum. Þannig var ég basically bara ekki að sætta við það, einhver annar að kalla mig aumingja fyrir eitthvað sem ég hef ekki áhuga en enn ekki að gera. Þannig að fór ég bara að gera það. Og í þessu þætti ætla ég að tala annar flokks hegðun og hvað það er og hvernig við náum að greina annar flokks hegðun. Af því að annar flokks hegðun frá fólki og okkur sjálfum er rosalega grátt svæði. Það er ekki svart og það er ekki hvítt. Það er ekki stöðar á milli. Þannig að þess vegna endum við oft að fá rosalega mikið á svona second class hegðun frá fólki. Af því við sjálfum getum ekki greint það. Koma oft svona merki þegar fólk er að dansa á þessu. Tökum bara sem dæmi. Ég þoli ekki þegar fólk er að skjóta mig eða komið brandara eða eitthvað fyndið á kostnað mínum. Ég bara virkilega þoli ekki. En ég veit að þegar menn er að svona grínast ykkur öðrum, oft er þetta bara svona upp á fyndið, skemmtilegt og fíflæti. Og þá er það fyndið, skemmtilegt og fíflæti. Eða komið eitthvað skot og eitthvað svona sem er bara fyndið, það er alltaf læg. Það er engin meining á bak við það. En síðan fara menn oft yfir línuna, byrja að vera meira persónlegir. Eða að fara og segja eitthvað til þess að reyna að hífa sjálfan sig til þess að þeir líta betur út eða hljóma betur út eða eru bara flottari á kostnað okkar. Og það dreg ég línuna að því ég þolaði ekki, það fer bara í taugun á mér að því ég ætla ekki að sætta mig við það að þú ert að reyna að bæta upp fyrir sjálfa á mínum kostnaði. Og gráasvæði hjá mér var alltaf þannig að menn með alveg skjóta á mig og allt er góðu skilu en ekki farið mörkin. Svo er ég hluta á okkur hóp af strákum og þetta byrjaði bara þannig. Bara eitthvað svona grín, ekkert á baka það. Þangað til að þið fóru bara að fara yfir það og þá fóru að blanda lesblindunni, blanda í það að segja ég var lélegur vinur, að ég myndi ekki nöfnin á besta vini mínum hjá krökkunum hans sem hann átti nýfætt barn og ég myndi ekki hvað krakkinn hét og ég ger allt fyrir hann á vin, ég ger allt. Hann hringir í mig, ég mæti, ef hann vantar eitthvað, ég redda hlutunum. Alltaf. Þannig að ég er mjög góð vinur og ég stend alltaf með hann í öllu. Eina, ég er ekki að muna eftir hvað krakkarinn hans heita. Tandingjum með og nýfætt barn.
og lesblindan, short term memory loss. Ég bara ekki að nota þessar upplýsingar mikið, þar lendi ekki að fara að nota. Og þá var hann að snúa þessu, gera grín á mér með lesblindinni og vera ekki að muna þetta, þá fór hann yfir þetta svæði. Þannig ég var ekki með skýrmerki hvað verður ósættanlegt eða hvað verður sættanlegt. Þannig á þessu tímapunkti þá bara kom ég með sterk mörk. Það enda ég þurfti að bara hætta samskipti við þessu menn, en núna í dag þegar einhver skýtur á mig eða segir eitthvað djók, þá bara ég kötta það strax. Ég bara, ég fíla það ekki þetta. Mér finnst það bara vanvirðing þegar fólk að hífa sjálfa sig á mínum kostnað. Bara af hverju ert að gera það, halda að þú ert að fara að sleppa við það bara svo þér líður betur í mómentinu. Þannig ég bara kötta strax fyrir það núna í dag. Og ástæðan hverju ég gera það líka því að ég gera ekki við sjálfa mig. Ég ekki að tala svona við sjálfa mig eða gera grín svona við sjálfa mér. Þannig af hverju ætti ég þá að sætta með eitthvað annað gera við sjálfa mig. Annarflokkshegðun eða fólk að koma fram við á þessu svæði. Það ekki nógu gott við og það ekki nógu leiðilegt við. Þú finnur á tilfinningalega að það eitthvað bögg, þið finnst þetta óþægilegt. Og svo gerir fólk þetta aftur og aftur þangað til að fyrir við mörkin og þá springu við, eða reiðir, eða fúlir, eða sárir. Og þá yfirleitt, að þau eru búin að höndla það svo lengi að leyfa fólki að sýna okkur annarflokkshegðun. Þannig að það alltaf merki það þegar það að gerast. Og ástæðan okkur við leyfum það að þegar við erum að sýna okkur sjálfum annarflokkshegðun. Það eru meiri líkur að þú leyfir öðru fólki að koma illa fram með þig ef þú ert að koma sjálfur illa fram með þig. Þannig að til þess að bæta annarflokkshegðun frá öðrum, til þess að fer ekki yfir línuna, þá þarf að byrja með þér. Þú verður að byrja að skilgreina fyrir sjálfa þig hvað þú ert að sýna sjálfur annarflokkshegðun. Að því leið þú gerir það, þá hættur að sætta við hjá öðrum. Flestir tala þetta að svona annarflokkshegðun, að setja línunar, setja mörkin og passa allir aðrir megi ekki fara þangað. En svo erum við sjálfur að fara yfir mörkin hjá okkur sjálfum og brjóta þau. Og þú getur hugsað þetta svona. Þetta lágur standard. Ef þú sýnir sjálfur mjög lágan standard fyrir sjálfur þér, þá aðrir að fara að sýna þér lágun standard á þér. Að vera með lágan standard fyrir sjálfur sér basically að þú sættið við annarflokkshegðun frá sjálfur þér. Sem basically þú sættið að borða óhollt. Þú sættið að, eins og með tímaðinn. Ef þú ert ekki að verja tímaðinn, þá leyfir fólki stela tímanum þínum. Ef þú leyfir sjálfur tala mjög neikvætt til þín, þá ertu að fara að leyfa öðru fólki að tala neikvætt til þín. Þegar rauninni hefur ekki neitt á bakvið hana til þess að standa fyrir það. Ég skal koma með dæmi með háan standard. Af því að því herri standard sem þú ert með fyrir sjálfur og allir í kringu því betur bætast lífsgæðin. Það bara fact. Tony Robbins talar þetta og þekkir hann, bara hækkar standardin og þá bætist lífsgæðin. Og með bíli minn, þó að ég á ekkert eitthvað svakaflotta bíl, þá held ég hann alltaf hreinum og passa vel upp á hann. Mér vantar bíl lánaðan í viku frá félaga mínum og ég hringi bara hei, getið fengið bíliðin lánaðan? Hann segir bara, já, ekkert mál, takt hann bara. Ekkert vesen. Og þetta gæði sem lána engum bílinn sinn, ekki einu sinni bróðum sínum. Og þegar við vorum yngri, voru hann að keyra, átti hann eitthvað 5 milljónir bíl og 360 hestöfl, eitthvað Dodge Charger, limited edition og ég fekk að keyra hann, ég fekk að lána hann. En af hverju var hann að leyfa mér að fá bílinn en engum öðrum? Við skal koma eina sögu. Við kaupum skafmiða, bara venjulega skafmiða til að skafa. Og við erum að skafa í bílnum. Nefnum að ég skafa skafmiðan og skafið af miðanum set ég bara á gólfið, ég passa það fyrir ekki sæti. Þannig sér hann að ég með háan standard, að ég passa upp á hans hluti, hans bíl og hann kommenta á það bara, gaur, þú ert eini sem gerir þetta. Eini sem sýnir bílnum mínum þegar virðingu sem hann á skilið. Og þegar hann lánar mér bílinn sinn, hvað ger ég? Ég þríf bílinn, ég nota bílinn og svo skil ég hann með fullur bensín og þríf hann og læta hann fá hann. Þannig að standardi minn og að ekki sýna honum annarflokkshegðun mjög há. Þess vegna fæ ég alls konar hluti að því ég byrjaði að gera það fyrir bílinn minn þó að ég á ekki eins flotta bíl og hann. Þannig að ef þið viljið ekki sætt okkur við annarflokkshegðun frá öðrum þá byrjar það hjá ykkur. Að því fólk skynjar það finnur fyrir að það getur sýnt ykkur annarflokkshegðun. Að þegar ég kynnist fólki, ég skynja það strax hvort að ég kemst upp með hluti að sýna þeim svona lágan standard, að koma ekki illa fram með það eða vera sein, ekki standa við orðin mín eða komast upp með að vera með lágan standard gagnvart vináttunni hjá þessu fólki. En ég kýs ekki að gera það, þó ég veit að ég get gert það, að því alvöru maður að mínu mati maður sem veit að hann getur gert vonda hluti eða slæma hluti eða komast upp með að gera hluti sem hann þarf ekki að gera en velur samt ekki að gera og kemur betur fram
og skilur hlutunum betur frá sér. Og ef ég skynja þetta og finn þetta í fólki, þá annað fólk að finna þetta hjá þér. Þannig að ef þú vilt breyta þessu, þarf þú að skoða hjá sjálfu þér hvar þú ert að sætta þig við annar flokks hegðun hjá sjálfu þér. Og það getur verið í það minnsta. Það byrjar yfir þegar minnsta. Við byggjum þetta upp, skilur. Ég búin að byggja þetta upp í langa tíma og var einmitt núna nýlega að bara ekki sætta með það eitthvað að fara að kalla mig aumingja fyrir eitthvað sem ég ger ekki, ef ekki áhuga að gera. Þá fer ég frekar bara að gera og bara sýna bara, herru, hérna, punktur. Ekki segja að ég get ekki borið bátinn. Þannig að annar flokks hegðun hjá okkur sjálfum, þá þurfum við að skoða það. Og þú þarft að horfa á sjálfa þig og segja við sjálfa þig, veist að ég ætla ekki sætta mig við svona hegðun frá sjálfum mér. Hvort sem er að ekki hugsa líkamanninn, ekki hugsa hreinlætin á sjálfu þér. Þú veist, ert þú að fara í sturtu, ert að raka þig, ert að klæðast gömlum fötum. Þetta er svo lítið að þetta skiptir öllu máli. Af því að þú kemur illa fram við sjálfa þig með second class behavior eða annar flokks hegðun, þá mun aðrir gera. Þannig að þess vegna ætlum við að byrja hjá okkur sjálfum að hætta því. Og hvernig hættu því? Með að hugsa hvar við erum að gera það og hækka standardinn. Sérst, hækka standardinn er herbergið þitt, íbúðinni, húsið, bíllinn skítur. Ef þú lánar bílinn sem er skítur og vinurinn skilar hann ennþá meira skítuðum, þá hefur þú ekki efni á því að segja við hann, herru, skila bílnum hreinum, af því að þú lést að fá hann óhreinan bíl. Sama með allt í lífinu. Spurðu sjálfa, hugsaði, hvar getur þú hækka standardinn gagnvart sjálfu þér? Geturðu hugsa betur þig? Geturðu tala fallegar til þín? Þú veist, ekki verið að tala niður, ekki verið að segja þú sért, ekki nógu góður. Ertu að sóa tímanum þínum einhvers staðar? Ertu að hanga á Instagram og skrolla? Þá getur ekki ætlast til þess að fólk að virða þinn tíma, þú virðir ekki þinn eigin tíma. Og þegar þú er búin að ná þessu, að gera alltaf þessa hluti, að hækka standardinn í öllu áföngum sem þú gerir. Hvort sem er þrif, útlit, vinnuna. Ok, eins og með vinnuna, tökum sem dæmi. Ef þú ert að sýna vinnunni þinni lágan standard, þú ert ekki að gera það sem bara ber minimum, þú ert bara alltaf veikur, þú ert alltaf að mæta seint, þú gerir verkefnin illa og gerir hægt og þú ert latur, þá mun vinnan sjálf koma þannig fram við þig. Og svo skilur fólk ekkert, byrju, af hverju er vinnan ekki að trýta mig nógu vel, af hverju fæ ég ekki frí þegar mér vantar frí, af hverju get ég ekki fengið eitthvað lán úr vinnunni eins og Jói fær allt lánað frá vinnunni. Ég hef verið í vinnum þar sem ég fæ bara all fríindi, ég fæ alltaf frí, ég fæ alltaf bílalána, verkfærilána úr vinnunni. Svo er með annar starfsmann sem fær ekki neitt af þessu, af því að hann er að sýna vinnunni lágan standard fyrir öllu. En þegar þú hækkar standardinn á sjálfu þér, þá getur þér ekki sætti við annar flokks hegðun hjá öðrum. Þetta er svona mjög grátt svæði, af því að fólk er ekkert að koma illa fram við, það er ekki leiðilegt og það er ekki gott. Ég hef alveg sagt það frá sjálfu mér. Þegar fólk er að sýna mann svona annar flokks hegðun, það lætur mann líða illa. Og það lætur mann svona ekki vilja gera betur og maður svona tvennt. Annarkvort lætur það íta á því til að gera betur að þú vilt ekki sætta við þetta, eða þá það bara dregur svona alla kraftan og viljan í þér. Af því það er bara fólk er að koma illa fram við. En svona, já, þannig séð. Og það er mjög vondur staður að vera á. Og að vera maður er ekki að sætta sig við svona hegðun frá öðrum og ekki heldur hjá sjálfum sér. En allavega, þá er komið verkefni fyrir að svara 2 spurningum. Fyrsta spurningin er, hvar er fólk að sýna þér annar flokks hegðun? Hvar í lífinu? Og hvernig? Af því að þetta er svona grátt svæði, þetta er ekki svart eða hvítt, þá oft pælum við ekki í því eða hugsum út í það. En þú fer bara að skrifa niður. Oft er þetta bara, mér líður eins og manneskja mætti koma betur fram við mig, eða mér líður eins og mætti tala betur við mig, eða segja hlutina öðru sér við mig, eða sýna mér aðeins meiri virðingu, eða sýna mér aðeins meiri skilning. Og við finnum þetta hjá okkur, af því finnst okkur þetta óþægilegt og böggandi, en við gerum aldrei neitt í því. Og þau búin að skrifa niður hvað þeir finnst og hverjir eru að gera þetta og hvað þeir gera, og hvernig ætlum við að þá koma sér til verka að biðja fólk ekki að sýna okkur annar flokks hegðun. Fyrst þarf þetta að muna, fólk er ekki að gera þetta því það er vont eða vil koma illa fram við eða elskar ekki eða þykir ekki vænti. Við erum bara búin að leyfa þessu viðgangast og við erum aldrei búin að sýna þeim eða segja þeim eða benda þeim á hvar mörkin eru. Þannig að við þurfum að fara að setja þau upp eða segja. Þarf ekkert að vera dónalegur, þarf ekkert að vera leiðilegur. Og ég segi eins og að þú átt vin sem þú ert að bjóða oft í heimsókn.
en alltaf þegar kemur heimsón þá ruslar hann til, gengur ekki frá eftir þessi, fyrst þetta inn á skónum, sýnir pínu vanvirðingu gagnvart þér með að vera pínu svona skítur í hegðun og umhverfi og bara hvernig það kemur fram við þig og þína íbúð og það sem þú býr eða þinn bíl. Það sem þú myndir þá segja við hann og vera alltaf ábyrgðin á þér. Mér langar að bjóða þér en alltaf þegar þú kemur heim þá kemur inn á skónum og þú ruslar til og gengur ekki frá eftir. Ég fíla það ekki og mér finnst það bara ekki skemmtilegt. Ef þú heldur því áfram þá verður þér ekki boðið heim til mín. Næst þá bara kem ég ekki og sæki á bílnum. Ég vil alltaf skilja eftir rusl í bílnum þegar þú ferð, staðan fyrir að taka það með þér. Þetta tilviki, þá þú að taka ábyrgðina og þú ert líka að taka ákvörðunar hvort þú ert þá að fara hleypa honum inn eða ekki. Hann þarf að breyta sínu hegðunum og hann þarf að gera ákveðna hluti til þess að ekki sína þér annar flokks hegðun. En þú tekur ábyrgðina þá að þú munt þá loka á þetta. Þú munt þá ekki bjóða honum með í bílinn eða bjóða honum heim til þín. Það er komið tími þar sem þú stendur upp fyrir sjálfu þér og hættir leiða á fólki að koma svona fram við maður. Af því að þetta er ekki leið, þau eru ekki að koma illa fram við, þau eru ekki að koma vel fram við mann. Þess vegna þarf að setja þetta upp og þess vegna þarf að pæla í þessu. Þegar þú pælir ekki í þessu, þá gerist ekki neitt. Og spurning númer 2 er, hvar þú að sætta þig við annar flokks hegðun frá sjálfu þér? Þess að þú ert ekki að gefa sjálfu þér nógu mikla ástofumhyggju og bla 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 bla. Þegar þú byrjar að grípa þarna inn í og bæta þetta hjá þér, þá mun hitt lagast. Þá átamæki hefur kjarkinn til þess að fara að segja fólki ég fíla ekki þessa framkomu frá þér. Af því þú gerir það ekki við sjálfa þig. En meðan maður er að sýna sjálfum sér annar flokks hegðun, þá á maður til með að leyfa öðru fólki að sýna sér annar flokks hegðun. Ég skal bara koma með eitt dæmi þar sem ég er að bæta núna svona annar flokks hegðun hjá sjálfum mér. Ég á til með ekki að raka mig nógu oft. Ég leyfi skeggjunu að vaksa og bara leyfi kannski viku, 2 vikum að bara skeggjunu að vaksa. Þannig er ég bara með lágan standard í hvernig ég snyrti skeggið mitt eða hvernig ég hugsa skeggið mitt. Þannig núna í dag ætla ég að raka mig svona 2 til 3 daga fresti. Alltaf halda þið snyrtilegu. Þannig er ég bara hækka standardinn á sjálfu mér gagnvart hvernig ég snyrti skeggið. Og hvað eru fleiri svona hluti sem annar flokks hegðun hjá sjálfu sér? Og það er til dæmis að borða óhollt. Það er að tala neikvætt sig. Það er að leyfa sér að vera í skítuðu fötum. Það er að beila á sjálfu sér. Maður segist alltaf mæti ræktina og mætir ekki ræktina. Og svo er að líka hætta að gera grína sjálfu sér. Það er alltaf læg að geta, og mér finnst það skemmtilegt, að gera grína sjálfu sér, en sumir bara fara alltaf mikið í það. Og þeir eru að lækka verðmæti sitt með að gera alltaf grína sjálfu sér. Já, bara að fá leyfi frá konunni, og er eitthvað að djóka með þessa hluti og gera of mikið af því. Þá mun það bara vera óaðlaðandi og þá fer maður bara í það að vera bara djókið í hópnum. Ég þurfti að gera það hjá sjálfum mér, bara hægt að gera of mikið grín á sjálfum mér. En það er mjög gott að geta gert það einstöku sinnum og teki grín sem er gert á manni, en á sama tíma þarf maður að minnka að vera djókið. Þannig er þú bara ekki sætta við second class behavior frá sjálfum þér að gera lítið úr þér. Svona lítil djók, ég er svo vitlaus, ég er svo kjánalegur og oft kemur það svona út svona eins og fíflæti og þú ert að djóka með sjálfa að þú sér kannski vitleysingur, kjánalegur og svo er það líka að tala sjálfan sig niður, segja bara ég er svo vitlaus, ég veit þetta ekki, ég bara er ekki nógu góður og segja fyrir fram að fullt af fólki og því ofta sem þú segir þetta fyrir fram að fólkið því meira fyrir það að bara trúa þig og þegar það fyrir að trúa þig þá fyrir að koma fram við þig eins og þú sérta eða þú ert alltaf að segja þú sért heimskur eða vitlaus og svo fyrir þú sjálfur að trúa þessu og ég er alveg með svona hluti í heilanum núna sem ég er að reyna að endurprógrama. Fólk sér og skynjar hvort þú ert að sýna sjálfur annar flokks hegðun og þegar þú ert með manneskju sem gera ekki gagnvart sjálfur sér þá er fólk að fara að trýta allt öðru sér, það kemur ekki illa fram við það með svona annar flokks hegðun og þegar ég segi fólk skynjar þetta eða sér þetta, finnur fyrir þessu, það er ekki meðvitað þetta er allt bara undir meðvitun og þau gera þetta ósjálfrátt, þau finna fyrir þessu og finna ekki fyrir þessu, skilur. Það er enginn að hugsa þetta eins og ég hugsa og pæli í þessu og ég finn fyrir þessu og ég pæli í þessu. Núna er alltaf komið að lokum, gaman að sjá ykkur og þangað til næst.